Geirfinnsmálið verður í sjónvarpinu innan skamms. Við erum að tala sjónvarpsþáttaseríu Geirfinnsmálið og Jón Ármann Steinsson hérna hjá mér sem kvikmyndagerðarmaður og rithöfundur sem hefur verið að grufla í þessu máli áratugum saman. Og hann þekkir Sævar persónulega, var vitni að því þegar hann lenti í alls konar ofbeldi í kaþólska skólanum. Og við ætlum að heyra hvernig Geirfinnur var drepinn og hvað kom fyrir Sævar í þættinum í dag. Og Jón Ármann, velkomin til mín. Takk fyrir það. Þú ert nú með svona miklar upplýsingar sem að ég hef ekki heyrt áður Geirfinnsmálið og mér langar að byrja á að biðja að segja mér hvernig var Geirfinnur drepinn? Geirfinnur fór út í sjoppu, að labba heim. Pikkaður upp af fjölskylduvinni, kemur heim til sín, finnur konuna upp í rúmi með elskuga sínum. Geirfinnur verður það sem heitir á góður íslensku trítilóður, ræðst á elskugan. Maðurinn sem keyrir hann heim reynir að koma í milli þeirra. Það verður til þess að leikurinn berst út í innkeysluna, nágrannar heyra mikinn hávaða sem þeir síðan eftir á kalla drápsöskur af því að þau voru Þetta var virkilega sárt fyrir Geirfinn og mikið gargað. Leikurinn berst úr innkeyslunni inn í bílskúr. Þetta er að kvöldi til 19. nóvember 1974 og það farið að rökkva dálítið. Og það kveikt ljósið inn í bílskúrnum og það strákur að leika sér fyrir utan bílskúrin og sér atburðin í gegnum gluggan. Hann sér það sem að þessi tveir menn að berjast. Hann þekkir Geirfinn, hann þekkir ekki hinn. Og leikurinn berst skúrin og þeir eru svona eins og strax ég sagði jafn sterkir. Þannig að einhverja mínútur inn í þetta þá kemur einhver í dyrnar sem að strákurinn sér ekki. Maðurinn sem að slást við Geirfinn grípur ég held að það hafi verið klaufhamar sem við minnum hafi sagt eða í þeim hamar af vegnum. Það er svona verkfæratabla. Og slær Geirfinn í höfuðið þangað til að Geirfinnur þagnar. Síðan hleypur strákurinn skelfingu lostinn heim til sín og þar segir foreldri eða afi eða amma við hann hvað ertu að gera úti svona seint stráku, veist ekki að klukkan orðin 10. Þetta man hann. Þannig við höfum tímasetninguna. Geirfinnur sást aldrei eftir þetta kvöld og lögreglan í Keflavík bjó til sögu af því að atburðarásin sem ég að lýsa hér framhjáhald eða hjúskaparbrot eins og fyrir fólk getur vill kalla þetta voru mjög algengi í þessum hópi og það sem að gerðist raunverulega hefði orðið til þess að allt þetta máli í kringum Geirfinn og allt sem að þessir aðilar voru að gera meira sig á lögreglan og fjölskylda Geirfinns það hefði orðið til þess að menn hefði mist vinnuna sína mannorðið og margt annað þess vegna bjó lögreglan í Keflavík til sögu. Hver hefði mist mannorðið? Fógetinn til dæmis. Sko, þá þarf ég að fara út í eitt sem að mjög persónulegt og Valtýr hefur neitað. Ég ætla að segja Valtýr segja sá fógetinn sem ég er að tala og ég ætla að segja það bara hreint út, hann hefur fullan rétt á að neita því, við teljum að þetta hafi gerst öðruvísi heldur en hann segir, þannig að það eru tveir að deila það, hann er opinber persóna og við erum að gera sagnfræðilega bók, þannig að þetta er allt til að eiga þetta samtal. Já. Og samtalið er þannig að Valtýr hafi átt laun barn með konu sem var mjög náinn konu Geirfinns. Hann hafi orðið til þess að sá sem að drap Geirfinn 3 árum áður heldur en Geirfinnur deyr, gekk í málamyndahjónaband með þessari konu til þess að barnið yrði ekki kennt við Valtý og yrði sett inn í kerfið sem bara hjónabandsbarn. Síðan er það þannig að þessi vanfæra barnsmóðir Valtýrs 8 dögum áður en hún fæðir gengur hún ganga þau í hjónaband og skilja einhverjum mánuðum síðar, bjuggu aldrei saman og voru aldrei saman. Þetta eru staðreyndir. Hvar hjónabandi var framkvæmt vitum við ekki, okkur grunar að það hafi verið á bókettaskrifstofunni en Valtýr segir sjálfur að það hafi verið kirkjubrúðkaup og hann hafi komið það hvergi nærri. Ef að þetta hefur komist upp þá hefur Valtýr kvæntur maður, þá eins og hann sagði sjálfur að þeir Jón og Sigurður, það segi ég og höfundurinn, að leitin að Geirfinni bókinni, ásakað mig hjúskaparbrot.
þetta hann segir orð og ég segi við erum að vissulega að gera það og við bara leggjum til að fólk fari bara í DNA til þess að sanna að það sé rámt. Þá fellur öll okkar það fellur bara helmingurinn skulle segja að málflutningi okkar að Valtýr hafi eitthvað haft með þetta að gera. En við skiljum samt ekki af hverju, ef það var ekki þetta, með launbarnið og allt það Hvernig tengist það þessu máli? Þú þetta vinkona konunar hans Geirfinns. Þetta er svo náið þetta fólk alls saman og það er svo vont ef ég fer að nefna fjölskyldutengsl. Þá vita allir hver er. Og því ég get það ekki. Þess að þegar útskýringin hjá mér er þannig að þessi maður, hinn maður og vinur og þetta og þessi kerðan heim og allt þetta, þá hljómar þetta aldrei losarlega. Þannig til að til dæmis lögreglan bara myndi fara að rannsaka þetta. Vá, hvað það er dásalegt. Þá myndi upplýsa Geirfinnsson. Ég get ekki gert það hér með því að segja þessi gerir þetta og hinn gerir þitt. Þannig að þá er ég farin að fara út fyrir mitt hlutverk sem útgefandi bókarinnar. En það sem að þú ert að segja, þú ert náttúrulega að segja alveg fullt hana, þú ert að lýsa í hvernig Geirfinnur var drepinn, það er hana vitni sem er þessi ungi strákur. Og hver er morðinginn? Já, ég veit hvað hann heitir, ég veit hvað hann býr og lögreglan veit það líka, það veit allir. Sævar vissi hver það var, hann fór á stað með þá kenningu og þá kemur Valtýr til hans og segir, nei, ég skal hjálpa þér og þá sjáum við það á næstu skjölinn sem kom frá Sævari að þá er þessi kenningum hver drap Geirfinn horfin og aftur farið tilbaka til spírakenningarinnar og klúburinn og leynifundurinn og allt þetta bull sem að Valtýr smíðaði á sínu tíma á sinni 11 daga rannsókn á þessu stærsta glæpamáli Íslandssögunar. Þá sem sagt voru búna til 10 skýrslu, þar að veru 7 falsaðar. En býtu, er það hjámaður? Og það er sú saga sem hefur alltaf fyllt Geirfinnsmálinu út í gegnum réttarkerfið. Það er það sem Valtýr smíðaði sjálfur og hefur aldrei fundist snevill af svokvöldum evidence eins og heitir á góður íslensku þegar þú horfur á leynilögguþættina fyrir því að það hafi gerst. En þú ert náttúrulega alveg á bólakafi í þessu og ég er bara að reyna að ná í svona stóra þráðin. Þetta er teppi fyrir mér, þetta er ekki stór þráð. Já, ok, en Valtýr sem er þá vondikallinn. Já, vondikallinn í sögunni. Hann er að hilma yfir vegna þess að hún var eiginkona Geirfinns var að halda framhjá og það er sem sagt Vinkona eiginkonunnar er barnsmóðir Valdís, það er það sem við erum að segja. Nafn hennar var nefnt á einum stað í gömlu skýrslunni hjá Valtý og síðan þegar árið seinna þegar við farið að skoða þetta þá spurðu mig bara hvað er þessi kona að gera hérna út um allt og Valtý segist aldrei að við hitt hana. Þetta er svona allt, þetta er allt í ykkur svona rugli og af hverju er þetta ekki skoðað? Það er vegna þess að íslenska lögreglun og enginn vill fara að opna þessa ormagreiðu og það kemur bara ljótt upp úr henni. Já, mig grunar það. En það sem þú veist er að er það elskugi eiginkonunnar sem drepur Geirfinn? Nei, það er hann ekki. Hann er tengdur eiginkonunni sá sem drepur Geirfinn. Og það er ástæði fyrir því að eiginkonan vill ekki segja hver þetta er. Hann er svo nátengdur henni. Þess vegna er það svo... Þetta er, hvað var hann að gera þarna? Hann var að keyra Geirfinn heim af því að Geirfinn var að labba úr sjoppunni. Var í hafnabúðinni, keypti sér sígarettur, labbaði heim, þegar hann komin að verslun sem heitir Járn og skip, eða að mér minnir, þar er hann pikkaður upp og gerður heim, kemur að elskóðanum með konunni, með eiginkonu Geirfinns og elskóðanum, elskóðin og Geirfinnur slást, leikurinn best út í skúr, þar er Geirfinnur veginn og síðan er, sem sagt, morgun eftir þá er máli komið á borðið hjá, lögreglunni og fólk geta Geirfinnur er bara horfin og konan er alveg miður sína þegar ekki komið heim um nóttina og þau sprautu niður og það er allt svona rosalega dramatíst maðurinn kom ekki heim um nóttina það lítur að vera alvarlegt en það var aldrei skoðað vegna þess að þessi saga sem var smíðið af lögreglunni hún er það sem að allir dómar síðan gengu út á og krakkarnir voru fengnir til þess að játa þetta og það með pyntingum og það er mjög sjaldgæft í íslensku réttarkerfi og ég ætla ekki að fara að tala um það hér. En mér langar að tala um það kannski seinna, Sævar og það, en mér langar að fá skýrari mynd af þessu máli út af því að þú ert sannfærður að þú sett með þarna bara í rauninni réttu útfærsluna, réttu lýsinguna á þessu með vitni og allt. Þannig að hverju þurfti að drepa Geirfinn þó hann, væri þarna reiður út í elskhugan? Ég held að þetta hafi verið mandarápa af gáleysi, ekki neitt, eins og það heitir,
með vilja gert. Þetta var bara slagsmál og maðurinn náttúrulega bara með brosti hjarta þegar hann sér þetta, kemur heim og sér konunni sinni upp í rúmi með einhverjum öðrum manni. Já. Og hann hefur alls ekki búist við þessu og þetta áfall fyrir hann og hann ætlaði að lúskra á viðkomandi elskuga sem heitir Vilhjálmur Svanberg Helgason. Elskuginn, já. Hann á lífi? Já, svo veit að sé, já. Ég held að sé allir á lífi nema Haukur Guðmundsson lögreglumaður sem dó núna fyrir ykkur 3 vikum síðan. Já. En allavega þetta ekki þannig eins og þetta sé morð planað og bara yfirvegað. Þetta gerðist í hita leiksins. En hvað gerði morðinginn? Var hann einn að reyna að fela líkið og tókst það svona rosalega vel að það hefur ekki ennþá fundist? Já, hann við vitum að hann fekk lánaðan bílinn hjá elskuganum, Svanberg. Hann átti Vauxhall Vífu, gamla, 70 mótil cirka. Og það lítil sendibíl og elskuginn fekk ekki bílinn tilbaka fyrir en viku eða 8 dögum seinna og þá sem sagt var búið að þrífa honum innréttinguna og blóðið og það var reynt að selja annan bíl en út af því að vantaði innréttinguna þá var ekki hægt, þá seldist hann ekki fyrir 5 eða 7 ára síðar. Þetta svona, þegar maður að skoða svona, við getum kallað að ég og... Heldur að elskuginn hafi tekið þátt í að fela líkið? Ég veit það ekki fyrir víst, en ég veit að þeir hittust þetta kvöld náttúrulega eftir miðnættið þegar elskuginn þurfti að finna sér stað til þess að sofa á. Og við teljum, en við getum náttúrulega ekki sannað, þannig að ég segi þetta með fullum fyrirvara, að Valtýr hafi verið að sofa hjá þessari vinkonu eiginkonunnar þetta kvöld og það var í sama húsi og eiginkonan og elskuginn höfðu verið að lúla saman fyrir daginn, miðjan daginn, þetta var greinilega mjög heitt og ástríkt samband. Og það sama hús og Valtýr síðan sefur í kvöldi. Það íbúð á vegum Keflavíkurbæjar sem að þessi einstæða móðir hafði. Hún vann í hafnabúðinni á dagvöktum, það var nú ekki mikil laun þar. En hún legði samt þessa fínu sérhæð og með síma og allt sem símið þarna þessum dögum var bara lúksus. Hvaðan hafði hún alla þessa peninga til þess að gera þetta? Svona fátæk, stelpa, beint, komin úr síld austan af Fáskrúðsfirði, ég veit það ekki. Þú ert að gefa ýmislegt í skinn að Valtýr hafi verið kannski að halda uppi þarna hjá konu og hvernig vitið þið að ef það var svoleiðis ekki þá er eina leiðin til þess að sanna það að það sé gerð DNA-pröfu á þessu barni sem varð úr þessu þá fellur allt í niður og er það strákur að stelpa sem að kona með? Ekki spyrja með það ég meina það sko mér langar helst til þess að þurfa aldrei að tala með þetta vegna þess að lögreglan rannsakaði þetta og leysti þetta En það þjóðin vill vita þetta, ég bara heyri hvað þú vilt vita þetta. Ég er náttúrulega bara forvitin þess út af að þú ert svo staðráðin í því að það sé þarna komin eina rétta sagan. Ég skal segja rétt, það besta sem geti gerst væri það að Valtýr hlustar á þetta prógram og fer í mál við mig fyrir að segja þetta sem ég er að segja og ég bara skora á hann að gera það. Vegna þess að þá hef ég rétt á að kalla vitni, þá hef ég rétt á að gera ýmislegt. Og þá verður þetta að blaðamáli, þá verður staðreyndirnar ljósar, segjum ekki blaðamáli í dag, við skulum segja bara fjölmiðlamáli. Þá verður staðreyndirnar ljósar og við getum tekið þetta mál af dagskrá. Þetta mál er eins og tyggjó undir skósóla þjóðar, en þetta fer ekki í burtu. Þetta er ár eftir ár alltaf að koma upp. Það er fullt af fólki, það skiptir tugum gott ef ekki hundruðum sem að þetta mál hefur eyðilagt líf þess, Geirs Finnsson Guðmundamálið. Já. Saklausir sátt í fangelsi, það var ekki hægt að taka þá sök af þeim með réttarkerfuna því réttarkerfi okkar var bara ekki nógu þroska til þess. En þetta er alveg stórt mál, eða að það er áskorun hérna. Það er áskorun hérna, já. Ég skal bara endur taka upp á nýtt. Valtýr Sigurðsson, fyrrum fógetafulltrúi í Keflavík, farð þú í mál við mig, meiðyrðamál, út af þessu sem ég er að segja hér í þessu prógrami og þá skulum við saman skoða þetta og ef ég hef rangt fyrir mér þá borga ég fullt bara selur mér nýrað þess vegna það skiptir ekki máli, ég vil bara fá þetta á hreint og Valtýr ætti að vilja það líka, það er það skrýtna við það En ef hann er sekur, hvað er það sem hann er sekur fyrir? Það er bara siðblinda held ég ef eitthvað er en að hilma yfir þessari ég get sagt að búa til Geirfinnsmál sem var ekki til
og það valda skaða á lífi þeirra sem voru ásakaðir. Já, ég skal segja hvernig þetta virkar. Lögreglan á þessum tíma og í dag líka félagskapur manna sem hefur átrúna, þeir eru nánast eins og költ. Þeir fara ekki að ráðast í skýrslur, að ráðast á skýrslur sem hafa verið gerðar af öðrum lögreglumönnum. Það vondast, þá kemur upp, hvað getur við kallað, ósætti í liðinu. Þess vegna fóru skýrslurnar sem Valtýr skáldaði upp inn í sakadóm og var trúað. Og þar sem sagt var farið að smíða upp svo kallar spíramál og menni svo Magnús Leópoldsson og klúbbmenni svo kallar teknir og lokaðir inni. Og þegar þeir eru lokaðir inni þá á að fara að samhæfa þessa hópa 6 krakka sem hafa drepið Geirfinn og þessa 4 klúbbmanna. Og það kemur ljós að þetta aðalega þekktust ekki, hafði aldrei hist, hafði enga ástæðu til þess að vera að flækjast þér í Keflavík eða hvert sem að drepa einhvern mann út af einhverju spýra því að maðurinn hafði aldrei komið nálægt spýra. En þetta var... Þetta er tilbúningur. En það sem Valtýr vissi og var að fela var þá að það var verið að drepa Geirfinn í rauninu út af framhjáhaldi. Já, út af framhjáhaldi konunnar, já. Hann var drepinn út af slagsmálum sem urðu í kjölfarið af því að Og þú ert að gefa í skyn að það sé lögreglumaður sem drap hann? Nei, alls ekki. Ég er ekki að gefa það í skyn. En það er einhver tenging á milli Valtýrs og þess manns? Já, það er tenging á milli þeirra að við teljum og ef ég fer að fara út í það þá er ég farin að ég verð að passa mig á að gefa fólki séns á að halda persónu sinni utan við þetta. Ég er ekki lögregla, ég hef ekki rannsóknarheimildir eins og lögregla. Ég get ekki yfirheyrt eitthvað. Ég get tekið upp síman og hringdi til dæmis eins og Sigurður Björgvin sem er höfundur bókarinnar. Hann hringdi í alla sem bjuggu í nágrenninu og þeir staðfestu þessa sögu og síðasti aðeins sem hann hringdi í var gemlingur sem að sá þetta. Þú veist, og við gerum þetta bara að því við erum að gera bók. Og hvað gerir lögreglan? Ekkert. Og mun ekki gera neitt. Vegna þess að þetta er spillingin í íslensku réttarkerfi. Við erum með lögreglu sem þarf virkilega á því að halda að laga sitt mannorð, en þeir vilja það ekki og þeir gera það ekki með því að láta svona mál danka áratugum saman. En hvað myndi fást ef þetta mál er tekið upp? Það er ekki hægt að bjarga lífi þeirra sem urðu fyrir verulegum skaða, Magnús Leópoldsson, Sævar Síselski, Erla Bolladóttir og þetta fólk sem fór svona illa út úr þessu máli. Já. Það er ekki hægt að bjarga lífi þeirra. Nei, en svo ég bara fari út í bara biblíulega klísju. Sannleikurinn á þetta að gera alla frjálsa í þessu. Það allir bundnir í lygin og þvælin og vitleysunni. Og það er fólk sem trúir því ennþá að krakkarnir, þessi 6 krakkar, hafi verið stærstu serial killers í Íslandssögunni. Viljum við hafa það atvinnuheiti á þeim mikið lengur? Það er kannski ástríðan því núna að þvo mannorð þeirra. Vissulega. Og sektin sem er og við skulum segja afleiðingarnar af því að opinberta núna ef að þetta er eins og ég er að segja það sé, Valtýr, ef þú fer í mál þá kemur það í ljós, ef að þetta er eins og ég er að segja það, þá er hreinsað mannorð þessara krakka og þá kemur í ljós að íslenska réttarkerfið hefur framið stæðsta réttarglæp bara á Norðurlöndum og þó víða væri leitað. Þetta er svona mikið afið á. Já. Og þannig að þú ert í rauninni með svona mikið áhuga á þessu máli út af því að þér sárna hvernig farið var með til dæmis Sævar sem þú þekkti vel. Já, ég er aðalega að þessu fyrir Sævar. Við sátum hlið við hlið í Landakotsskóla. Við lékum okkur samangerðum grófum göng í sandinn í Riftunni í Ölfusi og settum spýtur yfir og gerðum kofaneðar og allt mögulegt svoleiðis. Og vorum góði félagar en Sævar var... Þið voru í Landakotsskóla, hvaða ár er það sem að þeir eru þarna saman í Landakotsskóla? Já, ég er fæddur 55 svo þetta verið 62 því ég er svona 7 ára 6 ára, 7 ára já. 61 og ég get sagt þér að Sævar var það heitir í dag ADHD en það heitir í dag óþekktarormur eða þá óþekktarormur og hann hafði ekki
sem sagt, hann kunni ekki mikið að manna sig, hann til dæmis bara tókst til og benti á Margréti Möller kennaran sinn og hýjaði á hana. Það gerum það ekki í Landakotsskóla. Þannig að hann var upptektarsamur og það var ekkert illt í til í honum. Þetta var bara skapandi strákur og hann var bara orkumikill og það var erfitt að hafa heimil á honum og á þessum árum þá voru þessi krakkar sendir á ykkur hæli bara og hann var sendur á hæli eftir Landakotsskóla og ég misti alveg sjónar á honum og svo bara lesi ég í blöðunum að hann sé bara í fangelsi fyrir eiturlyfjasmygl og morð og ég veit ekki hvað og ég trúði þessu. Ég trúði þessu. En stöldrum aftur við Landakotsskóla og við vitum að það voru hræðilegir atburður að gerast þar. Þar var verið að beita börn kynferðislegu ofbeldi. Já. Þú heldur í fram að Sævar hafi lent illa í, hvað hétt kallinn? Séra Georg. Já, Séra Georgi. Þú slafst? Já, ég slapp. Mamma, Séra Georg reist bara á börn sem voru frá brotnum fjölskyldum. Mín fjölskylda var heil. Sævars fjölskylda var brotin og það voru nokkru aðri krakkar þarna sem voru frá brotnum fjölskyldum með innflytjendur sem gátt ekki tjáð svo íslensku, það brotin fjölskylda og þau lentu í prestinum og ég man eftir í eina nóttina að þá var hann Sævar sem að við sofum þarna 20-25 krakkar í kojum eða örgulega meira 30 í kojum í því sem áður var fjós á Riftunni í Ölfusi og það var sumarbúðir. Já, sumarbúðir kaþólsku kirkjunnar og presturinn kemur og tekur Sævar út og ég sér þetta bara svona, hálfsofandi og svo kemur hann aftur tilbaka strákurinn og hann grátandi hálfa nóttina og það mátti ekki tala neitt í sexskálanum og ég spurði hann ekki að þessu og ég held ég hafi aldrei spurt hann að þessu en þetta eftir á sem að maður fer að pæla í þessu býtu, hvað þetta verið, að því að í saklausum 7 ára strák þá þetta ekki til, bara Sævar bara gert eitthvað af sér og hann bara skammaðan og hann fara að gráta og eitthvað svona, en þetta var ekki fallegt og það var mjög margir sem voru vondir við Sævar, hann með eftirnafn sem enginn gat borið fram, útlendingur, hann lítill, hann örar alltaf verið að skamma hann elskaði athygli og þá stundum gott að fá athygli bara með því að vera óþekkur og hann svo skapandi að við skipulögum heila borg þarna í sandinum og vorum að stela spýtum og öllum mögulegu frá næstu bæjum til þess að dekka þessar sandgrifjur okkar. Þetta minningin sem ég hef á honum. Svo gerist það, hann dæmdur og ég trúi því og þar liggur sárið hjá mér. Já, vá, ég sé að snertir þig. Svo að ég ákvað að gera eitthvað. Já. Hvað það sem að snertir þig í þessu? Það eru 2 menn sem aldrei hættu eftir að Geirfinnsmálið var dæmt. Annar þeirra Sævar sem að fer að stað með sína eigin rannsókn hvað gerðist og síðan sem sagt, hann allstað, það rækt á hann á götu og það og hinn aðalinn Valtýr hefur tengst þessu Geirfinnsmáli bakdyrramegin í gegnum stjórnsýsluna á ótrúlegan máta og það bara efni í annan þátt. En ég tala núna bara Sævar. Hann gekk með sér skjalamöpu þar sem hann sýndi fólki að já, svona þetta, svona, svo kannski þetta, hann var að skoða út allt og í einni skjalamöpu sem hann sendi frá sér sem að við uppgötuðum núna fyrir 2 árum síðan. Þar hann með nafn morðingjans sem fyrsti hvað getur kallað efstur á lista grunaðar yfir að hafa drepið Geirfinn. Og síðan þá fer Valtýr að hjálpa honum eitthvað og síðan kemur að næsta sem kemur frá hann og þá hann aftur komin í sömu söguna og Valtýr með sem það að Geirfinn farið á leynifund síðan bara hvarfan, hann hafi verið í slagtogi við einhverja spírainnflutninga smyglara og þetta allt til dularfyllsta mál og dularfullur aðdragandi, dularfull þetta mannaferðir svona, allavega svona orði í þessum skýslum sem eru merkingalaus en eiga peppu upp svona einhvern frásögu stíl. Þannig að ég veit að þessi 2 menn sem búin að elta þetta Geirfinnsmál, annar þangað til hann dó sem Sævar og það eru 20 ár síðan að ég held, að við minnir. Og hinn ennþá að þessu orðin 4 gamall, hann ennþá að skipta sér á þessu máli. Þetta mál loðir við hann hefur tekið ykkur að skyndi ákvörðun
og ég geti best trúa því að hann sér mjög eftir því að hafa tekið þá skynda ákvörðun, en hann hefði aldrei orðið það í íslensku embættismannakerfi að hilma yfir máli láta þetta líti út og gat ekki farið tilbaka. Já. Þú trúir því? Ég tel það, ég er ekki að segja Valdís í slæmu maður, ég held að hann hef bara verið settur þarna hann varð að ákveða eitthvað á nokkrum klukkutímum og þetta var bara úr sem að, þú veist, og við sjáum það bara þegar við skoðum feril hans, alveg út í gegnum allt saman og nú ætla ég að segja eitt sem að við erum að setja Geirfinnsmálið öll gögn þess 18.000 blaðsíður online, þar sem allir geta farið að skoða það, allir geta fyllt karakterum út í gegnum það, sé hvað hver var á hverjum tíma, þetta verður myndrænt knúið áfram að gervigreind. 18.000 blaðsíður, öll málsgögnin, allar skýrslurnar og allt heila klappið. Hver heldur að ert að gera þetta fyrir lögregluna? Það eru fullt af amatör sakfræðingu, það er fullt af fólki sem minni kynslóð sem vil geta farið og skoða þetta. Svo eru líka bara þeir sem eru í lögfræðideildinni að sjá hvernig mál þróast í gegnum réttarkerfið, sjá hvernig mál eru vélað frá því að verða tekið upp aftur og hvernig pínlítið orðalagi ykkur dómi getur gert að verkum, það er ekki hægt áfríðun vegna það er eitthvað sem stangast á, þetta er allt þarna. 18.000 blaðsíður. Góð niðurstaða eins og fyrir þig í þessu máli, eins og þú segir, þú ert bara að fá sannleikann fram. Já. Og núna 51 ári síðar og vildi ég helst að lögreglan tæki upp síman og fengi mannin sem að, var valdur að dauða Geirfinns til að segja já það var ég, það kemi þá eitthvað málamynda dómur fyrir það því að þetta er 50 ár liðin, þú veist það er enginn að fara í fangelsi. Það er bara sannleikunni sem myndi koma fram og fólk getur þá bara talda á að lifa sínu lífi þá veitu hvað gerist. Annars er fólki ekki neins nema góðus, Valtýr included sko. En þá væri mannorð Sævars einhvern veginn reynsað. Yes. Það er það sem þið gengur til. Já, og það er ekki nóg að þeir hafi fengið eitthvað svona sýknu eða hvað ég kallaði Hæstiréttu 2016, 17, 18. Það var bara snuð. Það var bara peningur til þess að fá til að þegja. Já, auðvitað, þú veist, þá er hægt að segja eftir á, já, þau eru búin að fá borgað og þau eru dæmt saklaust. Það er ekki svoleiðis. Hvað vantar upp á? Það vantar upp á það að var framið morð af Sævari eða var það ekki og kó. Í dag þá er skiptist þjóðin í tvennt. Já, meinar bara almenningsálitið? Almenningsálitið, já, þetta er þjóðarsálin. Já. Annarkvort höfum við trúa því að lögreglun bara slær aldrei feilpúst og þeir gerðu þetta rétt og bara krakkarnir bara komast upp með það. Og þess vegna voru þeir sýknara þegar við höfum svo hátt. Eða þá að þeir voru settir á sakavannabekkin að ósekju, dæmdir, píndir til sagna, dæmdir og síðan liðu 30 ár áður heldur en gáttu fengið lágmarks viðsnúning. Og í dag þá get ég verið að tala um mann sem segir Sævar og kó, þeir gerðu þetta og næsti mann Sævar og kó, þeir gerðu það ekki, var ekki bara betra að vita það? En nú velti ég fyrir mig, nú er Sævar látinn fyrir, eins og þú segir, 20 árum síðan. Já. Og hans ævi var öll lituð af þessu. Öll lituð af þessu, Getum við aðeins farið yfir það? Hvað heldur þú hvernig áhrif hafði þetta á hans líf? Og ég meina, þau eru hræðilegt að vita til þess að hann hafi verið að beittu kynferðislega ofbeldi og farið illa með hann og margir vondir við hann eins og þú segir. Já, en sko ég lít frekar á líf Sævars sem fullorðinsmanns sem bara sigurgöngu án þess að hann var viðstaddur endirinn á því. Vegna þess að ef hann hefði ekki haldið áfram að hamra og hamra og hamra á því hann væri saklaus, þá er ég ekki að reyna að sanna það hér heldur. Hann hafði bara einn tilgang í lífinu. Það var það að fá fólk til að hætta rækja á sig, sparki í sig, segja vil ekki fá hann inn í húsi sitt eða þú veist, parkettlagningamaður. Hann vann við að leggja parkett. Hann kom inn í hús, það Sævar morðingi að leggja parketti á mér, nei, út með þig. Þú veist, það eru svona hlutir sem að, þú veist, þetta er ekki auðvelt líf. Þetta er saga sem ég var ekki búin að hugsa út í. Þannig að það var alltaf verið að koma fram við hann eins og hann væri glæpamaður. Já, en það var ekki af þeim sem var þekkt hann, eins og leiðu þekkt hann og sást hann var engin glæpamaður. Hvað, viltu aðeins segja mér frá ævans eftir hvað er hann gamall þegar þetta mál kemur upp? Hann er 19 ára, 20. Þetta er í raun og allt... Og hann og Erla Bolladóttir voru nýbúin að eignast barn? Nei, það var... Nú skulum við sjá, sko. Ég og Erla Bolladóttir, ég hitti hana mjög ofta á þessum árum þegar ég er 17, 18, 19 ára. Ég hitti Sævar aldrei.
og ég vissi ekkert þeirra samband, þú veist, þannig að ég þekkti bæði, skilur, ég vissi það ekki að þeir voru saman. Ég veit það síðan að hún sem sagt, að því komin að eiga þegar að þau eru í fangelsinu 1975 og 6 og hún á barnið meðan að Sævar í fangelsi og helsta hótunin sem lögreglumenn nota á konu sem mjög viðkvæm nýkomin úr barneign að þeir eru að hringi hana og þykjast vera með hótanir, þeir eru að segja henni að það nú fólk að núti sem vil drepa þig, segja við þessa konu, þessa stúlku og þeir brjóta hana og Sævar veit ekki hvað að gerast með hana og hann heldur að hún sé ásaka sig að því hann lokaður inni, hann í einangrun í 650 daga, sko það í einangrun í fangelsinu og eina skipti sem hann tekin út það til að pynta hann eða fara með hann í keyrslu eitthvað út í hraun að leita, eitthvað líki eða eitthvað bull og þetta lífið sem hann í á þessum árum og og bara í raun og veru í klóm lögreglunar og ég skil nú að lögreglun skulle ekki vilja rannsaka þetta. 600 og eitthvað daga í einangrun, við erum að tala 650 daga, miðunni 2 ár. Tæplega, já. Þú veist, er þetta að lifa það af? Sævar var hörkunagli, sko. Auðvitað brotnaðan öru kóru. Já. Og var hann pyntaður í fangelsinu? Já, það eru gögnum það og hann var pyntaður og hann fangelsispresturinn var hans eini bakkjarl og einn fangavörður og þeir kærðu þetta og þetta kallar harðræði. Þetta voru einhverjir sem voru með hann í liði og voru ósáttir við? Já, það hafði þessar tvo með sér og lögmann. Og það tekið fyrir í einhverju skona réttarhaldi skulle við kalla það að skoðað og forstjóri fangelsins í Síðumúla beðið að afrita allt sem gerðist á þessu tímabili og hann afritar það upp úr fangelsdagbókinni. Fangelsdagbókinni svona doðrandur. Allt sem kemur nálægt Sævari átti hann að koma með. Og þegar hann kemur með þetta og leggur fyrir réttin þá er þetta bara einn kinnhestur sem að Sævar hefur fengið samkvæmt þessu. Já. Síðan líður 1,5 ár. Ragnar Aðalsteinsson að skoða málið, fer og skoðar þessa fangelsdagbók, kemur í ljós að dagbókin sem að þeir sögðu að það hefði bara verið einn kinnhestur, hún var fölsuð. Það vantaði inn í allt sem var gert við Sævar. Hvað heldur þú að íslenska réttarkerfi hafi gert? Við skulum taka hann að fangelsistjóra og raskella hann og skoða málið aftur því að Sævar hefur greinlega rétt fyrir sig. Nei, þetta var bara látið vera. Já, auðvitað eru menn ekki skrá í dagbókina að þeir hafi verið að pynta eitthvað. Já, það var samt skráð. Það var hægt að sjá að Sævar sagði satt, hann var að þessu, hann segir þessir voru viðstættir, þetta gerðist, þú veist. En þeir tekið allt úr nú hvítþvegin, þessi útgáfa sem að þessi nefnd harðræðis rannsóknar nefnd fekk, nú hvítþvegin. Og þeir eru allir fangaverðinir og lögreglumennin dæmdi sagði saklausir. En við vitum það og segðu mér þá hvað er vitað pyntingarnar? Hvers konar pyntingar er verið að tala um? Sævar var mjög vassræddur. Klefinans var beint á móti skúringa skápnum, það sem var vaskur og fleira. Þeir notuðu það sem að Kanadi síðan uppfærðu og kalluðu waterboarding. Þeir notuðu það á hann og sem er að dýfunum í vatnið eða setja yfir hann klút þannig að hann geti ekki andað. Blautan klút. Stinga hausnum onni í vaskinn, já. Vaskinn. Já. Og það er ein saga sem ég hef heyrt sem ég er ekki viss hvort það sé rétt. Að hann Sævar var með svo mikið nótt að gagvart þessu að þegar þeir voru að labba með hann stundum þá vissuður að fangaverðin var með þennan nótta og einn þeirra þóttist óvart opna þennan skáp og segja, úps, nei, þetta var óvart og Sævar pissað á sig. Þetta er svo mikið mannvonska. Þetta er ekki eins og skráð vegna þess að íslenska réttarkerfið kaus að taka ekki upp málið aftur eftir að fangelsisdagbókin var opinberuð sem pyntingamanjúal fyrir til þess að fá Sævar og kó til þess að játa á sig morð sem að þeir hafðu aldrei framið á manni sem þeir aldrei hitt. Ég finn sko það sem að þú ferð alltaf í einhvern veginn hvernig þetta réttarkerfi einhvern veginn synti þessu illa og braut lög og gerði grimmilega hluti. Já. En segðu mér svona út af að þú veist meira en nokkur annar það sem gerðist í raun og veru. Þú er búin að vera að grafla í þessu máli í mörg ár. Fyrir fyrst að ég veit ekki meira en nokkur annar. Sigurður Björgvin veit þetta allt saman. Já, hann er rithöfundur, hann er höfundur af bókinni og ég er bara svona, kannski getur við kallað
sidekick fyrir hann. Þið tveir hafi verið að tala um þetta og ég hef hirti tala um þetta í mörg ár, þetta mál og þú þekkir Sævar og mér finnst það eiginlega kannski vera áhugaverður flötur á þessu að þegar maður hugsar lítinn dreng sem fæðist saklaus inn í hennan heim og þetta er líka tákgrænt fyrir afstöðuna til barna og svona, hvað ég segja, þetta ofbeldi sem að hann hefur þurft að þola náttúrulega með ólíkindum. Það sem sagt, þetta er dæmi hvernig manneski skemmt. Já, við höfum svo mörg svona dæmi og barnaheim, þannig svo Ísland hafa ekki kunnað alveg börn eftir að ég veit ekki hvernig það gerist en Sævar ekki einstæmi en hann bara poster child fyrir það versta sem getur gerst bæði í æsku hans og á táningsárum og sem fullorðinn maður að reyna að fá eitthvað réttlæti fram því að auðvitað sem barn fær hann ekkert réttlæti. Hann er bara líka að fá vinnu, reyna að lifa og alltaf einhvern veginn útskúaður og niðurlæður. Já. Sumir trúðunum og sumir voru mjög trúir honum bara allt til endalokana og Hvernig voru ykkar samskipti? Út af því að nú veit ég að þú... Mín samskipti hans voru bara þegar ég var ungur. Já, þú... Ég sá hann síðan aldrei og ef ég hefði séð hann og það er það sem að, þú veist, þá hefði ég, ef ég séð hann á götu, ég hefði labbað yfir hinum einn. Vegna þess að ég bara, Helgi Slepju Jón, ég bara var virkilega bara gáttar á því að þetta væri þessi strákur sem að ég trúði lögreglunni, skilur. Þú trúði bara að það væri morðingi. Þessi gamli vinniðinn hefði húst. Hann var í serial killer. Já. Því að þetta er raðmorðingi, það eru tveir sem að dóu, það var sem að þeir voru sakaðir og dæmdir fyrir að hafa drepið. Guðmundur Einarsson og Geirfinnur Einarsson. Og réttarkerfið hefur engan áhuga á því að laga þetta og það er það sem að mér finnst sárast. Hvað við erum alltaf að tala um það hvað við viljum líta vel út í augum útlendinga. Við erum með eina þjóðin í heimur sem á orð eins og landkynning. Og Sævar sagði einn hlut og ég hef hann bara, þú veist, prentaðan á ennið á mér. Hann sagði þetta Geirfinnsmál verður aldrei leyst fyrir en það verður gerð kvikmynd og útlendingar sjá hana. Og það er það sem ég ætla að gera. Á hvaða stað er kvikmyndagerðin? Ég hef nú búin að vinna þessi talsveit lengi og ég gerði stór mistök fyrst. Að því ég, eins og aðrir, trúði málskilunum. Svo þegar ég fór að sjá að þau bara gátt ekki stemt og kenning Valdís var bara, þú veist, eitthvað jólaævintýri, þá fór mér fyrst að ganga að gera þetta vel. Ég er búin að brjóta þetta niður í 8 þætti. Ég er með samning við amerískan leikstjóra. Ég er að skrifa þetta á fullu. Segðu okkur hverju leikstjórn, því að hann er nú bara enn frægur. Það er sá Íslendingur sem hefur gert hvað flesta ameríska sjónvarpsþætti. Hann heitir Ígor Egilsson. Já. Og hann er komið til Íslands núna. Hann heitir Egill Egilsson þegar ég þekkti hann á skíðunum í gamla daga. Við erum búin að þekkast í 30 ár. Við hittust í Home Depot þegar ég bjó í Los Angeles og hefur alltaf farið vel með okkur. Þið voru saman í námi í Los Angeles? Nei, hann var kvikmyndatökumaður þá. Já. Og ég var hann í háskólanum, læri kvikmyndagerði í UCLA. Í hvað? UCLA? UCLA, já. Og við hittust, við vorum að skoða hillur í Home Depot og hann er alltaf að horfa með þetta síðherður hippi og svo segir hann, eru þið íslenskir? Og þá hafði hann ekki átt að segja á því að ég og strákurinn minn 10 ára vorum að tala íslensku því að hann er svo langt síðan að heyrt hana. Já. Svona gerist hann er búin að vera hann í einhver 40 ár. Já. En allavega en að þið eru að vinna saman að þessu verkefni og þið ætla að gera 8 þætti. Það eru fleiri sem að koma að þessu en það er svo mikið af þessu sem er þetta er 8 þættir, já. Og ef þú getur ímyndaðir bara til dæmis Fargo sem eru sjónvarpsþættir, þar ertu komið andan í þessu. Vá. Og ég ætla ekki að segja hverju skúrkurinn en hann er lögreglumaðurinn sem rannsakaði málið. Þannig að þetta verður sett í dramatískan búning. Já, þetta er leiknir þættir sem sagt. Þetta er spennu þáttaröð. Við skulum segja að þetta sé líka það er þráður í þessu sem er svört komedía. Því að það er ekki hægt að gera mynd Geirfinnsmálið öðruvísi heldur en að horfa á fáránleikan. Og fáránleikin er límið sem að, þú veist, opinbera veikleika karakterina.
þar sem þeir eru í sjálfu sér að reyna að gera eitthvað sem að, þú veist, við vitum að það er rangt. En Hver á að leika skúrkinn? Já, þetta kannski að tala við Valdíðina. Nei. Ég veit, ég er ekki komið svo langt. Þetta er eitthvað sem Ertu að hugsa íslenska leikara? Í dag þá gera menn myndir þar sem að Íslendingar tala ensku og þó sem alveg hræðilegum framburð, þá eru stundum með sér að döppa og nú er gervigreindin komin þannig að við getum búið til bakgrunnar sem eru alveg bara ótrúlegir, sko, við getum búið til the 70s eins og Norðurlandaþjóðirnar eru að gera mjög mikið blandað. Já, þetta ættir að verða alveg virkilega flottur kokteil. Já, ok. En þið eru að hugsa alþjóðamarkað? Netflix? Já. Við höfum verið að tala við aðila, ég vil ekki að segja, það er bara vont að segja svona, ef eitthvað verður svo ekki, þá vil ég ekki vera að nefna nöfn, sko. En þú skúpar því kannski seinna? Ég skúpa því seinna, já. En á hvaða stíð er þetta? 8 þættir komnir, ég er búin að skrifa 3, ég á eftir að, sko, við erum ekki komin í endin og sögunni heldur í raunverulega lífinu hérna, þannig að dálítið getur breyst í loka þættinum, sko. Ég skilði þig. Þannig ég er að vinna með lifandi þátt, lifandi mál. En Í hvernig 2 viltu tímabilum, að í dag þetta og endi? 1974. Hvernig væri besti endir sem þú getur hugsað þér? Vá, þetta er stærri spurning heldur en ég get svarað. Þú kemst aftur við. Þetta snertiði mjög mikið, þetta mál. Er það einhver andleg svona niðurstaða að Sævar sé hérna með þér eða er það eitthvað þannig sem að Sko, ég get sagt þér, það er svo mikið gerst í mínu lífi sem að lætum að halda ég verði að gera þetta. segðu mér? Ég ætla að fá mig te. Já. Sko, þetta er, ég átti vin sem að dó fyrir 2 árum síðan og mjög góðu vinn minn og hérna við tölum saman daglega og hann ýtti við mér daglega að gera eitthvað með þetta og það var út af því að hans áhrif þá fór ég að skoða þetta af þessari alvöru sem að síðan var það að ég bara komin á fullt í þetta svo deyr hann og hérna af heilakrabba. Hver var þetta? Hann hérna Bjössi vinur minn Sveinbjörn Birgisson og hérna svo Sævar þetta er ópersónlegt til ég geti farið út í þetta veistu það en ég hérna sjálfur fékk hérna krabba 4. stigs og ég hérna náði því að losna við hann og þá fór ég að skoða lífið allt öðruvísi. Bara hver dagur var bara allt einu bara mikilvægur. Og þá fór ég að vinna í þessu alveg á fullu. Það er 2,5 ár síðan, sko. Þá fór að koma til mín, sko, aðstæður sem að bara var eins og bara gjöf út úr þessar atburðarás. Og þetta, þó ég segi sjálf frá þá verður þetta mjög falleg saga, hvað Sævar var þar. Hvað Sævar var þar, já. En fyrir alla hina, alla þessa sem er klæðast líginni og eins og nýjuföldum keisarans, ég bara er virkilega sári við því að fólk get ekki bara sagt við gerðum mistök, sko, mér líkur við að segja, akkur er ekki gert eitthvað eins og var gert í Suður-Afríku. Að það er svona sannleiksnefnd sem kemur og menn bara segja að ég gerði þetta og allir segja bara ok, eftir fyrir ekki við þá sannleikunum komin og svo næsti og svo næsti og næsti og byrja á lögreglunni. Já, en aftur að því út í að þú ert að segja þú hafi fengið 4. stigs krabbamein og læknast. Já. Það er í sjálfu sér athyglisvert. En tengjur það við Björn Vinnin? Nei, sko, hann fekk 4. stigs krabbamein og dó. Já. Og ég er búin að missa fullt af vinum í kringum með krabba, þú veist, á mínum aldri, ég er sjálfur 71 árs. Ég fekk hérna blöðrálskrabba og hérna var skorinn og læknirinn minn segði mig þegar ég fer í viðtal til hans næst, veistu það Jón, ef ég hefði vitað að þetta hefði hoppað yfir í hrygginn á þér, þá hefði ég aldrei skorið þig. Ha, segi, já, þetta er í hryggnum á þér. Og ég er með, sem sagt,
þetta mein þannig í hrygnum og ég fæ bara líknandi lyfjaráðgjöf og ég segi nei, ég ætla ekkert að fara í þetta. Ég er ekkert að fara að drepast, ég má ekkert að ræði það sem ekki að gera. Svo ég fór óhefðbundnar leiðir. Ég veit að í Bandaríkjunum og víðar þá er notuð þessi leið sem ég fór. Hér á Íslandi hún, það er ljótt að segja það, en hún er alltaf því bönnuð. Og ég tók þau lyf sem að amerískur læknir ráðlaði mér og ég þurfti að kaupa þau og í Ameríku og ættingjar komið með þau hingað til mín. Ég hef þurft að fara til Indlands að kaupa þau vegna þess að ég fæ þau ekki hér. Ég get sagt þér bara sem dæmi að þau voru verðlögð út af markanum þannig að 12 milligram kostuð áður 6 krónur, svo kom COVID, núna kosta þessi sömu 12 milligram 11.500. En þessi 12 milligram fæ ég fyrir 20 krónur, þetta er einpilla í Indlandi. Í Indlandi. Og þetta efni, það er þekkt, það var fundið upp af Japana árið 1950 og súrkál eða 60 og það hefur verið notað víða, það er einkalifið á því er runnið út, það hefur bjargað milljónum barna í Afríku, það hefur margþáttavirkni. Sko, veistu hvað, þetta er alveg annað þáttur. Ég ætla bara að segja eitt árið, það hefur margþáttavirkni og eina af þeim virknum er svo að það drepur orma og sá sem að fann það upp, Japanin fekk Nóbelsverðlaun 2015 fyrir það. Þetta er ævermektin? Ævermektin. Ég tók ævermektin og mebendasol og nokkur önnur og ég er krabba laus 2 árum seinna. Vá! Og en ég get ekki fengið þetta í apotekunni hérna. Heyrðu, en veistu hvað? Mér langar að gera annað þátt um þetta. Að lækna sig af 4 stigs krabbamenni. Ég hafi læknað mig. Ég var með 4 stigs krabbamenn. Ég er ekki með það lengur. En ég notaði þú líka... tókst ábyrgð á heilsunni. Ég tók ábyrgð á heilsunni. En ég líka notaði það sem ég valdi úr því sem að læknandi sögðu. Já, þú hefur alveg fengið... Ég var meðvitaður um það að áhættan var öll mín. Já. Og þeir hafa sagt við mig, einn af þeim, ég má ekki gefa þér þetta. Ef ég gefur þetta, þá missi ég leyfið. Og svo var maður sem misti leyfið. Ég held að hann hafi mist leyfið út af því hann var einmitt ávísaði þessu leyfi. Og mér langar mikið til að vita okkur, en ég er að berjast öðrum málum. Ég er að berjast í Geirfinnsmálinu og ýmsu öðru. Já. Svo ég ætla ekki að fara að taka þennan slag. Þetta eru aðrir sem að gera betur en ég. 4 stigs krabbamenn horfið og bara til hamingju með það. Takk fyrir það. En byrju, það getur alltaf komið upp aftur, þannig að hver dagur er ógeðslega mikilvægur hjá mér. Já, þú lærði þína leksíu með þessu. Þetta var gjöf að fá hana krabbamein, þetta var ekki slæmt. Við ætlum að gera annað þátt um það, hvernig Jón Ármann læknaði sig eða leysti þetta heilsu vandamál sitt, skulum við segja. Er það ekki vel orðað? Jú, það er bara fínt. Já, með ævermektin og ég hef oft heyrt talað um þetta lyf og mér finnst það mjög áhugavert og ég veit fullt af fólki sem var að taka það í COVID og taldi sig... Heilu löndin tók þetta í COVID. Já. Neituð að taka Big Pharma lausnina. Já. En við erum sem sagt komin að lokum þáttarins og ég veit eiginlega ekki hvernig ég á að enda þetta. Þetta var mjög áhrifaríkt samtal og ég vil þakka þér kærlega fyrir og ég ætla að fá að leita til þín aftur með hitt málið. En við ætlum að láta þetta duga í dag og ég bið að heilsa. Sjáumst á morgun. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.